Góðan dag. Í þessu vídeo ætla ég að fjalla prentefni frá Extruder sem heitir PC/PBT, Polycarbonate, og svo þetta PBT sem eitthvað nafn sem ég get ómögulega borið fram en ég ætla ekki að reyna það einu sinni, en þið getið flett því upp bara á netinu. En blanda PC og PBT. Kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni daginn og fekk smá afsláttarkóða frá framleiðandanum, keypti það beint frá Austurríki og þeir hafa ekkert áhrif á hvað ég geri við prentefnið eða segja það, en þeir gáðu mér svona smá afslátt til að gera YouTube-vídeó prentefnið. En kíkjum aðeins á prentin sem ég gerði og skoðum hvernig það lítur út. Hérna til að byrja með þá þetta svona lime-grænt, svona ljósgrænt lime-litur og hann aðeins ljósar í myndavélinni en þegar ég horfa á hann svona. Það kannski mikið birtustig á myndavélinni, en þetta kom mjög vel út, ekkert stringing með þessu, það leit bara mjög vel út. Og þessi fígúra líka, það stundum sjáanlegt stringing í þessu prenti ef filamentið stringi yfir höfuð, en það var ekki að sjá hér. Þannig að þetta var bara slétt og fínt, sem hann kom vel út. Svo maker coinin, hún kom bara vel út líka. Ekkert þessin á henni. Bensín hann kom bara finn, þið sjáu að það smá svona höllæn á hennu, þannig að þetta skreppa aðeins saman í þessu prenti, en annars bara leit ágætlega út. Ekkert annað að korta. Kötturinn hann kom bara vel út líka, ekkert þessin á honum, hann leit vel út. Svo overhang testið. Það var rétt í lokin, smá bakk í horninu, tegið sér þessi yfir. En þetta var prentað í lokuðum prentara með 55 gráðu umhverfishita. Þannig að kælingin þarf að vera býsna öflug held ég til þess að ráða við þetta í 70 gráðum, en 70 gráðu halla. En annars kom þetta bara vel út. Svo prentaði ég þessa fígúru og þetta voru svepportin, lágu utan á honum. Og þau losnuði bara mjög auðveldlega, það var ekkert erfitt að ná þeim af og þetta kom bara ágætlega út og ekkert innan þess að kvarta, kom bara vel út það sem að svepporti voru að styðja við botnin eins og á skikkjunni. Það leit bara vel út, það sem að svepporti voru að halda við, þannig að þetta virkar ágætlega, brenda þetta með support. En kíkjum á þessa mælingarna og sjáum við hvernig þetta prentefni kom út. Svo til að byrja með þá þetta efni lengst til hægri, eða næstum lengst til hægri, Extruder Lime PBT, ég get engan veginn sagt þetta rétt. Og þá prentað upprétt, þá kom þetta bara mjög vel út og sjáum við önnur prentefni svona engineering filament sem ég hef verið að prófa og þið sjáum að þetta kemur bara mjög vel út og mjög góður styrkur líka það sem er prentað flatt. Þannig að það erfitt að slíta þetta í sundur og sjáu önnur PC efni sem ég er með Prusament Black PC. Það erfitt að slíta það í sundur, en þetta er svona mitt á milli Black Carbon Fiber útgáfa af þessu sama prentefni. Þannig að það getur borið saman hvernig Carbon Fiber gaurinn kom út, samanborið við þennan. Og svo með höggþolið, þá var bara mjög mikið höggþol í þessu prentefni og það sem var prentað upprétt kom bara mjög vel út bara með hærri prentefnum, og svo það sem var prentað flatt það bara rétt aðeins bognaði undan hamrinum. Það fór bara í 95–98% af orkunni fór bara í að stöðva hamarinn, og ég hef aldrei verið með prentefni hingað til sem er svona erfitt að brjóta. Þannig að þetta var mjög mikill styrkur, mikið höggþol í þessu prentefni. Og aftur sjáum við muninn á Carbon Fiber útgáfunni og hvernig þetta ber saman við önnur prentefni. En þetta var alveg sérstaklega höggþolið efni. Svo með stífleikann, þá var þetta svona þokkalega stíft efni. Og sjáum við aftur Carbon Fiber útgáfan, hún er stífari, en þetta kom bara vel út með eins og ABS og ASA filamentin. Þannig að þetta lítur bara vel út hvað það varðar. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt efni. Þetta er svona einhver blanda af einhverjum engineering filamentum og sérstaklega höggþolið. Það var alveg áberandi hvað sú mæling var
best af öllum prentefnum sem ég hef prófað. Ég er búinn að prófa yfir 40 prentefni, þannig að það segir eitthvað. Og þetta kom bara vel út, prentin litur mjög vel út og ekkert vesen á þeim þannig að þetta er klárlega eitthvað svona engineering prentefni sem að borgar sig að kíkja á ef maður hefur þörf fyrir þessa eiginleika. Þannig að þetta er bara ljómandi gott efni. Þannig að það var það sem ég vildi segja um þetta. Takk fyrir mig, sjáumst næst, bless.